Jæja, Valdimar, þú ert nú ekki alveg þekktur fyrir diskotónlist, eða? Nei, en maður er nú bara fyrir alla kvikmyndalíki einhvern veginn í þessum bransa, einhvern veginn. Þú í þínum gamla heimabæ, ekki gaman að koma hérna og syngja á ljósónut? Jú, alltaf stemning að koma heim og spila. Ég hef nú sungið með þeim hérna áður, sko, fyrir nokkrum árum síðan, sko, þá var ég með þegar þetta var svona, þá var þetta kannski aðeins meira lokal dæmi, sko, þá var meiri söngvara bara af svæðinu og nú eru þeir að ráða svona eitthvað utan að koma til lið líka, sem er alveg stemning líka. Þannig að nú er gaman að detta inn í þetta bara aftur og detta inn í svona Keflavíkur, ljósanætur stemninguna, sko. Hvaða diskólög ert þú að syngja? Ég er með svona alls konar dæmi, sko. Ég er með byrjum við, þetta eru eitthvað svona Play That Funky Music, White Boy Celebration og svo er með The Winner Takes It All sem er líklega bara eitt af mínum uppáhaldslögum bara ever, sko. Þannig að gaman að fá að spreita sig á því, sko. Og svo þetta er alltaf bara, þetta er allt, það þekkir allir, leiðum að opna munninn þá er allir byrjar að syngja með, sko. Þannig að ég myndaði mér þetta er svona þannig stemning, sko. Að syngja diskó, þú ert ekki alveg beint, það er ekki kannski þinn tebolli, getur við sagt, hvað? Já, menna það er svona, þetta er svona alveg mismunandi diskó til, sko. Þetta er gott diskó, þetta er vont diskó. Og já, ég er kannski ekki þekktur fyrir að syngja diskómúsík, en ég meina, meira að segja sumt á okkar músík, sko, í hljómsveitinni Valdimar fer jafnvel út í diskó áhrif, sko. Þannig að það skilur, þetta diskóið er víða, sko. En þú ert svo ungur ennþá, þú manst ekki náttúrulega, hefurðu hlustað á diskó svona þegar þú varst ungur eða í seinni tíð? Ég held ég er nú bara svona svolítið leikmaður þegar ekki mér að þessu. Ég var náttúrulega heyrst öll þessi helstu lög og svo eru Bee Gees og ABBA náttúrulega svona tveir stærstu risarnir í þessu stöffi, sko. Og eins og ég held að ég get alveg örugglega fullyrt það að ég sé ABBA aðdáandi. Þó að ég sé kannski ekki búin að grúska það mikið í það, en mér finnst bara svona þessi helstu lög, þetta er svo rosalega góð poplög, sko. Við heyrum hérna með þessi ABBA hérna undir okkur hérna núna og þetta er svona, já, maður heyrir þetta er svona alveg, þetta eru flottar lagasmíðar, sko. Þannig að ég hef alltaf svona virt ABBA svolítið, þó það kannski kunna að vera kjánulegt fyrir sumum, sko, en ég finnst að vera eina af þessum merkilegri pop-hljómsveitum, sko. Klárlega. Ég er hérna að sjá að allir lendin á svið á réttum tíma. Allir séu á sínum stöðum og enginn missi af því að mæta á réttum tíma. Þannig að þessu ekki komin þegar lagið er hálfnað. Það er svona basically það sem ég er að gera. Þú ert búin að vera að skipta að þessu í mörg ár. Hvernig er diskóið? Mér finnst það æði. Og tónlistin sem þið heyrir núna í bakgrunum ABBA er náttúrulega mitt uppáhald og þetta er náttúrulega forréttindi að fá að taka þátt í svona verkefni og já, þetta er bara frábært. Diskóið er eins og eiginlega öll hinn tímabilin sem við erum búin að taka. Þetta er eins og hvernig ég var að segja, eins og þegar country var og allt í hennu var country bara aðal tónlistina mínu heimili. Nú er það diskóið. Bara hvaða tímabil sem við tökum það einhvern veginn fer á toppinn það árið. Hefurðu hlustað sjálf á diskó svona frá unga aldri en þú náður ekki að dansa við mig í diskó á sínum tíma til dæmis? Nei, ég náði því ekki. En þegar maður er svona mikinn áhuga á tónlist, þá einhvern veginn fer maður í öll tímabil. Og diskó er klárlega eitt af skemmtilegri tímabilunum. Leggst þetta vel í því sýningin? Gríðarlega vel. Við erum náttúrulega með ótrúlega mikið af góðu fólki, flottum söngurum, fagfólki í hljóðfæraleik og bara öll umgjörðin. Við erum náttúrulega öll þrælvön, við erum öll búin að taka þátt í þessu í mörg ár, við vitum öll hvað við erum að gera. Smurð vél? Já, þetta er smurð vél. Við vitum öll nákvæmlega allt. En hvað er erfiðast í að vera að passa upp á hlutina í þínu hlutverki? Að gleyma mér ekki hérna bara í söng og dans á bakvið. Ég er bara svolítið í tjúttinu og það er helst það. Ég gleymi mér ekki bara, já, ég þarf að kalla á næsta. Því ég er bara farin að syngja með. Það heyrir enginn í mér, tónlistin er svo há og mér finnst þetta æði. Ég er ekki til þess að þú gleymir þess. Nei.